Elskurnar, það eru spennandi tímar sem við lifum á. Hversu margir finna það? Það eru sviftivindar andlegir sem eiga sér stað í heiminum. Og vitið það að hvert kné mun beygja sig fyrir nafninu Jesú. Ég ætla að segja þetta aftur, hvert kné mun beygja sig fyrir nafninu Jesú. Halleluja. Það dásamlegt að tilheyra Jesú. Að vita það fyrirfram að við erum í sigurliðinu. Það skiptir engu máli hvað þessi heimur eða hvað kemur hérna utanfrá. Það skiptir bara engu máli. Guð segir í orði sínu að við erum meira en sigurvegarar. Það þýðir að hann hefur gefið okkur kraft til að yfirstíga hverja einustu kringumstæður sem að við stöndum frammi fyrir. Af hverju? Út af því að hann býr innan með okkur. Og það mjög mikilvægt að undirstrika það, vinir, til þess að hann búi innra með okkur, þá þurfum að játa hann. Við þurfum að taka við honum í hjartað. Hann mun aldrei ryðjast inn í líf þitt, hann mun aldrei taka yfir líf þitt. Við þurfum að bjóða honum inn í hjart okkar. Og ef þú stendur á þeim stað í dag, að þú ert ekki búin að gera þetta djúpa val, að taka ákvörðun, þá hvetið þið til þess að láta ekki annan dag líða. Taktu ákvörðun í dag. Þetta það besta sem að þú getur gert fyrir líf þitt, fyrir framtíðina, fyrir eilífðina, það að taka við Jesú. Það enginn eins og Jesú. Við erum búin að vera að syngja það, við erum búin að vera að tala það. Það enginn eins og Jesú. Og þegar við tökum við Jesú Kristi sem okkar persónulega frelsar, þá kemur hann inn í hjartað og hann þráir að byggja sér bústað innan með okkur. Biblían kennir að hann á að stækka, ég á að minnka. Þannig að á morgun ætti það svo minna mér og meira af honum. Það svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum stundum eina biblían sem að fólk les. Það horfir á líf okkar, það horfir á breytni okkar. Það horfir á trú okkar við það bara hvernig við högum okkur dagstaglega. Vinir, við eigum ekki að vera eins og þessi heimur. Við eigum ekki vera vonlaus því að við höfum eilífa von. Við höfum von sem getur koma okkur yfir erfiðustu kringumstæður. Hún getur koma okkur yfir gröf og dauða og inn í Guðs ríkið. Halleluja. Við höfum ríkulega von. Og vinni, það svo mikilvægt að þegar við göngum þessa göngu sem við gerum öll, að það að leyfa Guði að vinna í hjart okkar. Þannig að við séum ekki þau söm og við vorum í gær. Og Biblían talar það, þetta í rauninni, við erum verk í vinnslu. Það þýðir það að hann að byggjast í okkur, við þurfum að velja hann á hverjum einasta degi. Og það þýðir ekki við séum ekki frelsuð, eða hólpin eins og allir vil freka nefna það. Við erum hólpin þegar við tökum á móti Jesú Kristi. En svo byrjar gangan þegar við erum að leyfa honum að vaxa í líf okkar. Að við sem að bera ávöxt 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Og Biblían talar það, trúnni fylgja ákveðin verk. Það ekki hægt að vera trúaður öðruvísi en að þú sýnir ákveðin verk í þínu lífi. Það þýðir ekki að verkin frelsi þig. Það bara út af því að trúin og verk ganga saman. Og ég skal sýna þér trúna þína á verkum þínum. Það fer saman hljóð og mynd. Halleluja. Og vinir, Drottinn talar það í orði sínu að hann hefur kallað okkur til þess að bera mikinn ávöxt og við erum búin að vera að tala Óbeð Edóm. Hvað mikilvægt að fylgja örkinni hver sem hún fer. Og þegar ég tala örkina þá ég auðvitað að tala sáttmálsörkina í Gamla testamentinu. En það sem ég í raunin að meina og þar bjóð dýr Guðs. Við förum á eftir dýrðinni hver sem hann fer. Hver sem hann fer, þangað fer ég. Þar sem hann náttar, þar nátta ég. Það sem hann vill, það vill ég. Og það svo mikilvægt, vinir, að við endurnýjum hugsun okkar. Og við skulum bara byrja því að fara í þennan ritningarstað sem ég held mjög mikið upp á. Því að það kemur svo margt fram í þessum ritningarstað sem skiptir máli fyrir okkar trúargöngu. Og hvernig trúargangan raunverulega virkar. Og við ætlum að byrja að fara ekki í konung og brók. Við ætlum að fara í Róm.
Rómverjabrefið í 2. kafla. Þetta var nú meira, konungabrók. Þetta svona. Mér langar bara til að taka kaflan alveg frá byrjun. Hann svona, því brýni yður bræður, að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilari, Guði þóknanlegri fórn. Sem þýðir það að líf okkar á að vera fórn á altari Guðs. Og hvað gerist þegar fórnin fer á altari Guðs? Eldurinn kemur og hún umbreytist. Og þið vitið hvað Guðs kennir það að hann gefur okkur fegurð í stað ösku. Finnst ykkur þetta ekki gott? Þegar við erum fórn á altari hans, að þá verðum við að ösku og hann gefur fegurð í stað ösku. Vinir, hann þráir að gefa okkur fegurð í stað ösku. Við reynum stundum að halda okkar fyrir okkur. Nei, þetta mitt, Drottinn, ég ætla ekki að gefa þér þetta. Út af við höldum að við fáum eitthvað verra í staðinn. En vinir, það að eiga líf með Drottni og helgast honum til dýrðar, það ekki til betra líf í þessum heimi. Það ekki til nokkuð sem heitir eitthvað betra en það að lifa með Drottni. Höldum áfram að lesa. Það stendur, fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið heldur umbreytast með hennu nýja hugafari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og vinir, þetta með að umbreytast ekki eftir samfélaginu sem við búum í svo mikið atriði. Ég man eftir því þegar bankarnir fjallu, sælla minninga. Það var nú aldrei skemmtilegu tími. Allt Ísland var á þunglyndislyfjum. Margir fóru inn á kreditinfo, mistu mikið að eignum, þetta var hrikalega erfiðu tími eins og þið munið. Og vinir, þegar við upplifum bara sem samfélag svona erfiða tíma, þá svo mikilvægt að helga huga sinn, að láta ekki toga sig inn í alla kima og tilfinningar þessa heims. Og það sem að Guð sagði við mig þá þetta, út af því ég ofboðslega mikill fréttafíkill, slökktu á sjónvarpinu. Stundum þurfum við bara að slökkva á fréttunum, vinir. Stundum eru bara fréttirna þannig að þær hafa áhrif á okkur sem gerir það verkum að við göngum ekki með uppréttum hætti. Og vinni, þegar við erum að leyfa Guð að helga okkur og hreinsa okkur, þá hann að breyta hugarfarin okkar til þess að við sjáum betur það góð og fagra og fullkomna sem hann hefur fyrir okkur. Og vinni, það gerist með því að ég hlusta á röddu Guðs og ég hlusta minna af öllu öðru. Og vinir, þessi heimur talar mjög hátt. Það óeðlilegt hvað margir Íslendingar eiga það erfitt sálarlega. Það út af því að þessi heimur á vonarvöl. En vinir, til þess að við fáum heilbrigða hugsun og við stöndum rétt í öllu því sem í gangi í heiminum, þá þurfum við að hugsa upp en ekki niður. Við þurfum að leyfa Guði að endurnýja hugsun okkar. Svo við fáum að vita hver vilji hans, hið góða, fagra og fullkomna. Og vinir, það stundum bara erfitt ferli. Og oftast nær lærum við á því að við föllum í einhvers konar pínlítinn pitt. Og þá hugsum við, ok, þetta ekki að ganga. Og þannig var það í kringum hrunið. Ég var að vinna í banka, ég var deildarstjóri í banka. Ég var að taka móti fólki sem var bara með allt í klessu. Og auðvitað hefur það áhrif á mann. En það sem að Guð segir að þú ekki af þessum heimi. Þú ert ekki hluti af heiminum, ég hef keypt þig dýru verði. Og vinir, hans hagkerfi annað en heimsins hagkerfi. Og ég ætla bara að segja ykkur, okkur getur vegna vel, ég vil þótt að sé meiri háttar, þið vitið, erfiðleikar í hagkerfinu hérna úti. Því hagkerfi okkar á himninum. Má ég að með henni. Og ég skal bara segja ykkur það. Ég og allir ákveðum bara hætta hlusta á fréttatíman, ég stalst af og til inn á milli. En það sem það gerði að það endurnýjaði ákafa minn í að leita til Drottins. Vinir, ekki að leita í mitt hyggjuvit eða þið vitið, í heiminn.
Og ég veit ekki hversu oft ég var búin að hlusta á Silfur Egils. Það voru alls konar sérfræðingur og þeir voru alltaf að tala þvers og kruss. Þessi hagfræðingur sagði þetta, hinn sagði eitthvað annað og þetta bara ruglar mann. Og vinni, það sem skiptir svo miklu máli að kirkjan til þess að ganga heilbrigð, til þess að ganga upprétt, þá megum við ekki leyfa hinn og þessu að hafa áhrif á hug okkar. Við þurfum að ganga beinar brautir, kennir reikningin. Og vinir, í staðinn fyrir að láta allt hérna úti, eða það sem að læknirinn sagði þér, eða það sem að lögfræðingunni sagði þér, ekkert no pun intended, Sara mín, hún lögfræðingur. Það sem að, þið vitið, yfirvöld að segja við ykkur, það skiptir ekki máli því að þú dóttir hins hæsta, þú sonur hins hæsta. Má ég heyra amen? Það bara ég sem svona æst yfir þessu? Halleluja. En vinir, til þess að fylgja ekki háttsemi þessa heims, þá þurfum við að fylgja háttsemi konungsins. Og þarna liggur stundum hundurinn grafinn. Út af við sem Íslendingar, við eigum erfitt með að beygja okkur. Heyrðu þetta? Þegar allir erfitt með að beygja sig nema Jóhanna. Halleluja. Takk Jesús. En Íslendingar, við erum harðsvíraður lýður. Það talað Ísraelsmenn sem harðsvíraðan lýð. Við erum það líka. Og við eigum svolítið erfitt með það að fylgja eftir reglum Guðs. Og við vorum að tala þetta, ég og Huldamar, og ég var að útskýra reglur Guðs, hvað snúast reglur Guðs. Við vitum það hvað reglurnar eða lögin í landinu okkar, þau eru gerð til þess að venda okkur frá erfiðleikum, frá henni illa. Við getum ekki farið út á veginni hérna úti á hvað keyra 150 km hraða því okkur líður þannig. Lögin eru sett fyrir eitthvað ákveð til þess að venda okkur frá illu, til þess að venda okkur frá slysum og hættum. Það sama með lög Guðs, vinir. Guð setur ákveðið í orð sitt til þess að hjálpa okkur að ganga beinar brautir. Og hann ekki að setja þetta til þess að meiða okkur þvert á móti. Hann að búa til grindvegg til þess að við lifum betra lífi. Og við þurfum að læra að treysta honum því að hann veit allt. En þekking okkar, hún í mólum. Takk henni reikningin. Þannig að hann setur okkur í alls konar kringumstæð, þannig að reynir á hvaða þekking og reynslu hefur í hjartaðinu. Viltu fylgja mínum boðum? Hvernig það? Og vinir, það eiginlega best áður en þú ferð í kringumstæðnar að vera búin að ákveða hvernig þú ætlar að bregðast við. Það mín reynsla. Og vinir, ég löngu búin að ákveða að það alveg sama hvað gerist hérna úti. Það alveg sama hvað kemur gegn mér, hvort það verið talað illa kirkjuna, hvort það verið talað illa Guð, hvort það verið gert lítið úr Guði, hvort það verið gert lítið úr trúni. Ég búin að löngu búin að taka ákvörðun, ég með fylgjónum alveg sama hvað. Og vinir, þegar við förum þannig í kringumstæðnar, þá látum við ekki kringumstæðnar beygja okkur með einhverjum hætti. Við rötum beinar brautir. Og vinir, í dag þá þarf kristin kirkja að taka ákvörðun. Út af tíminn sem framundan hann magnaður. Það verður komið í gegn kirkjunni. En vinir, það sem að Drottinn hefur lofað að hliðheljar verða ekki kirkjunni yfirsterkari. Má ég heyra amen? Þannig að við erum í vinningsliðinu. Og við ætlum að vera í vinningsliðinu. Við ætlum að taka stöð okkar. Og við ætlum að leyfa honum að ávaxta talentur okkar. Halleluja. Ég ætla að sjá predikara rísa hérna upp. Ég ætla að sjá spámenn rísa upp. Við ætlum að sjá kennara, hirða. Við ætlum að sjá allt þetta rísa upp. Og við ætlum að sjá kirkjuna fara frá einum stað til annars. En fylgjum ekki háttsemi þessa heims. Og gott dæmi það að fylgja háttsemi þessa heims týndi sonurinn. Fór fram á arfinn sinn. Spáiði, ef ég myndi bara fara fram á arfinn minn. Ef að Huldamari kæmi bara til mín og sagði, herðu, mamma, ég ætla að fá eignirnar ykkar. Ég á það skilið. Og við stundum komið fram þannig við Drottinn. Hann vill gefa okkur allt sem hann á. En þetta hans. Þetta hans.
Og það sem að týndi sauðurinn. Hann var náttúrulega týndi sauður. Þið skiljið hvað að meina. En það sem að týndi sonurinn gerði að hann fór út og hann eyddi öllu þessu sem að Guð hafði sett innra með hann. Og hann endaði í svínstrafinu og þá fyrst kemur hann til sjálfsíns. Og hann hugsar, jafnvel daglaunamenn föður míns hafa það betra en ég. Og hann fer aftur tilbaka sem auðvitað mynd upp á okkur þegar við nálgumst Jesú. Og hvað faðirinn að gera? Hann að bíða eftir týnda synunum og hann með faðminn úti þegar við komum tilbaka. Hann þráir að taka við okkur alveg sama hvort sem að við erum búin að kúka upp á bak eða hvað sem Hann vill taka við okkur og hann vill rétta við okkar hlut og hann vill gefa okkur, hann vill blessa okkur á allan hátt. Það það sem að Drottinn vill. Og vinir, þegar við fáum annað tækifæri, því við höfum öll verið að við höfum þurft annað tækifæri, þá tekur Jesú við okkur með þessum hætti. Halleluja. Og það yndislegt. Halleluja. Og ég, eins og týndi sonurinn og við öll komumst á þann stað að við bara reynilega vitum ekki hvað skal gera. Hann var þarna hjá drafinu og sem betur fyrir að þá fyrir hugur hans að reika og hann átta sig á hvar hann hefur haft það hvað best. Það var í húsi föður síns. Og vinir, ég oft á þeim stað þar sem ég bara gagnvart fjölskyldu minni eða bara verkefnunum sem ég stend frammi fyrir, þar sem ég veit ekki hvernig nákvæmlega ég á nálgast næsta verk. Hvað gerum við þá? Og vinir, þá skiptir máli að við leitum í upprunan. Við leitum til hann sem öllu heldur uppi. Og við gerum meira en það. Vinir, við þurfum að læra að biðja og við þurfum að læra að heyra röddu Guðs þegar hann bendur okkur á, herru, þú ert komin aðeins út á sporinu. Ég vil að þú haldið þig hér. Og það sem að Guð búin að vera að leggja áherslu á í mínu lífi núna síðustu misseri þetta. Heyrðu röddu Guðs. Ég ætla að ganga nær honum. Fyrir komandi tímabil þá ætla ég að ganga hlið við hlið. Ég ætla ekki að rata hlykkjóttar leið, ég ætla bara að ganga með honum. Og ég ætla að heyra röddu Guðs og ég ætla að gera það sem að Guð býður mér. Og ég hvet til þess að gera það sama. Halleluja. Þannig þetta snýst að heyra röddu Guðs. Þetta snýst að læra að þekkja þegar Guð tala til okkur og hann bendir okkur á hvað við að gera. Hver næstu skref eiga að vera. Varðandi börnin okkar. Varðandi vinnun okkar. Vinir, þetta hefur ekki bara með það að gera hvort við að mæta á samkomur, auðvitað eigum við að mæta á samkomur. Þetta hefur með allt líf okkar að gera. Við oft höldum að Guð hafi bara áhuga afmörkuðum þætti af líf okkar. Hann hefur áhuga öllu líf okkar. Og það sem ég hef tekið eftir að hann þráir bara að vera með mér bara dagstælega í öllu. Og við erum ofta að tala þegar ég og Jóhanna hittumst, við hittumst okkur með einsta degi í ræktinni, við tölum að megnun til Jesú og hvað Jesús að gera. Út af því hann allstaðar með okkur, meiris í ræktinni, meiris í bónus. Hann allstaðar, má ég heyra með hann. En mér langar til þess að sýna ykkur hérna, bara með örfáum ritningum í Sálmi, eða reyndar þetta bara ein ritning, Sálmu 19:8. Það stendur lögmál Drottins eru lýtalaus. Þau hressa sálina. Vitnisburður Drottins áreiðanlegur, ger hinn fávissu vitran. Þegar við skoðum orðið lögmál í þessum texta, þá verið að tala hans leiðir. Það þýðir í rauninni vegvísir. Það þýðir í rauninni leiðbeining. Og vinir, þegar Guð kemur inn í líf okkar og hann leiðbeinir okkur með einhverjum hætti, höfum auðmýkt til þess að bera, til þess að auðmýkja okkur fyrir orðið Guðs og ekki bara heyra orðið, heldur að gera það. Því að það blessun í því að gera og framkvæma orðið. Þá upplifum við þennan þið vitið, margföldunar áhrifin sem að orð Guðs hefur á líf okkar. Og hann bara rétt að byrja, vinir. Hann bara rétt að byrja. Og þetta orð þýðir í grunninn vegvísir og leiðbeining.
Og hérna kemur fram að leiðbeining Drottins, hún lýtalaus. Mín leiðbeining í lífinu, þegar ég að leiðbeina öðrum, það ekki lýtalaust. En orð Drottins lýtalaus. Það kraftur í orði Guðs. Færir okkur visku. Og hvað gerur orði líka? Það hressir sálina. Og ég veit ekki með ykkur, en ég þarf hressingu í sál mína á hverjum einasta degi. Og vinur, orð Guðs gerir það hressir sálina. Við heyrum það þegar við komum að sangum bara með því að syngja orð Guðs, hvað sálin okkar hressast. Davíð kunni það. Hann var lofgjörðameistari. Hann fór að syngja Guði lofsöng og hvað gerðist? Sálin hans fór að hressast. Það sem að gerist í kringumstæðar lífsins, að það þrýst okkur niður, en lofgjörðin lyftir okkur upp. Hún gerur okkur nær Guð, hún gefur okkur betri sýn á hver Guð Og vinir, þegar við vonum á Drottinn, þá gerist hvað? Við fáum nýjan kraft. Vinir, við fáum nýjan kraft. Við svífum upp á vængjum sem ernir. Og allt í einu getum við séð kringumstæðuna í eitthvað samhengi sem það Því að Drottinn með. Halleluja. Þannig að orð Guðs, það hressir sálina. Það hressir sálina. Og vinir, þess vegna oft komið gegn orði Guðs og margir eiga erfitt með að lesa orð Guðs og ég held þetta sé í rauninni bara óvinurinn sem heldur okkur frá því besta. Og ef þú átt erfitt með að lesa, ef þú til dæmis lesblundur eða annars slíkt, hlustaðu á orðið. Hlustaðu á orðið. Leyfðu orðinu að leika þig. Og við erum búin að vera í smá kapphlaupi við að lesa orðið við fjölskyldan og ég hef sennilega aldrei lesið eða hlusta eins mikið orð Guðs og ég finn hvað það hressir sál mína. Ég finn hvað andi minn miklu sterkari núna þegar ég les svona mikið en bara fyrir ári síðan þegar ég las minna. Vinir, það sem á að vera okkur fyrir hugskot sjónum orð Drottins. Samfélag við Drottinn. Halleluja. Og það svo blessað þegar við leifum Drottni bara leika okkur og heyrum orð hans og við leifum sál okkar að hressast. Halleluja. Því hann hressir sálina. Hans leiðir lýtalausar. Hann hressir og róar sálina. Og svo vil ég fara í Efesus 4:17, allir minn, ef þú ert með það. Og þar stendur, þetta segi þá og vitna í nafn Drottins. Þið megið ekki fram að hegða ykkur eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra allslaus. Skilningur þeirra blindaður. Og þeir fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Hluti af því að leyfa Guð að koma og lyfta okkur upp úr kringumstæðum okkar að leyfa Guð að eiga við hjartað og harðneskjuna sem í hjartanu. Og eðli málsins samkvæmt að þegar við löpum í gegnum kringumstæður lífsins þá harðnar hjart okkar þegar við lendum upp á móti erfiðleikum. Og margir hér hafa upplifað það að fara í gegnum ómanneskulega kringumstæður. Og hvað gerist? Við missum stundum bara trúna á fólki, við missum trúna á mannkyn og við stundum missum trúna á Guði. En Guð vill rétta við tenginguna okkar á milli. Við að vona á Drottinn alveg sama hvað. Og vinir, þegar við erum komið með hart hjarta þá þurfum við að leita Drottins og biðjum að hreinsa hjart okkar. Biðjum að mýkja hjart okkar. Og það sem að meira þegar við biðjum Drottinn að hreinsa okkur af okkar misgjörðum, þá þurfum við að fyrirgefa öðrum misgjörði þeirra. Og það sannlega einn erfiðasta reynsla í lífinu, það að fyrirgefa þeim sem hafa komið illa fram við okkur. En það boð Guðs. Og af hverju það boð Guðs? Því að hann veit að það færi þér mikla blessun að sleppa tökunum á því sem var. Leið mér að segja þetta aftur. Því að Drottinn veit að það færir okkur mikla blessun að sleppa tökunum á því sem var. Það ekkert að því vinir að leita sér hjálpar gagnvart hlutum sem að voru, en að festast í einhverju gömlu ekki Guði þóknarlegt.
Við að fá lækningu og við að halda áfram. Má ég heyra amen? Gleymum því sem að baki og seilumst eftir því sem framundan Halleluja, til velunin á himninum. Halleluja. Ég tek eftir því núna í dag að allt það sem ég fór í gegnum var í rauninni blessun. Meiri þess hræðilegu kringumstæðurnar, þeir voru blessun út af þær breyttu mér. Og vinir, lífið þannig, við veit alveg hvað við þurfum. Við kannski skiljum það ekki í aðstæðunum en við skiljum það eftir á. Þetta allt meir og minna einhvers konar blessun. Og stundum lærum við bara hreinlega á því hvaða fólk við eigum ekki að vera í kringum. Það svolítið erfið reynsla. Stundum kennur hann okkur bara hreinlega að við eigum að halda okkur við þá sem eru brennandi. Það skiptir mjög miklu máli. Ég og Alli til dæmis, við eigum hjón sem eru brennandi í trúnni, sem að við eru góðir vinur okkar. Það skiptir máli, krakkar. Halda sig við þá sem eru að rata beinabrautir og virða lög Guðs. Halleluja. Þannig að við eigum ekki samkvæmt þessu að vera eins og heiðingjarnir. Þeir lifa í vanþekkingu og eru með hart hjarta. En við sem kristi fólk eigum að hafa mjúkt hjarta. Því hann vil gefa okkur hjarta úr holdi og blóði. Hann vil gefa okkur hjarta sem tilbúið að taka við einstaklingum sem eru að koma inn í kirkjuna. Taka utan einstaklinga. Lyfta fólki upp og elska. Vinir, við verðum að hafa mjúkt hjarta til þess. Halleluja. Og svo stendur hérna í versi 23, en endur nýjast í anda og hugsun. Þarna aftur tekið fram þetta með endur nýjung hugsun. Íklæðstinu nýja manni sem skapaður í Guðs mynd og breytir eins og Guð. Vá. Og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Vinir, kirkjan hefur fæst aftur hvað þetta varðar. Við þurfum að standa með réttlæti og sannleika. Og Jesús sannleikurinn. Halleluja. Og við höldum stundum að þegar við elskum fólk að þá þurfum að vera meðvirk. Nei. Kærleikurinn ekki meðvirkur. Kærleikurinn, hann stendur með sannleikanum. Það kærleikur að segja fólki sannleikan. Og vinir, þegar við erum í kirkjunni þá þurfum við að vita það við að iðrast. Til þess að fá uppreissu þá þurfum við fyrst að iðrast. Og vinir, þegar við erum í kirkju þá þurfum við að tala sannleika Guðs. Það ekkert réttlæti án sannleika. Og vinir, við sem kirkja, við þurfum að fara fram fyrir auglýk Guðs og við þurfum að iðrast. Við þurfum að biðja drottinum að koma okkur aftur á réttan stað með honum. Halleluja. Og vinir, það ekki nóg bara trú og vita. Við þurfum að fara að framkoma það helst í hendur. Trú og verk. Halleluja. Dísi Guði. Já. Amen. Og vinir, Biblían eins og fjársjóðskort. Biblían eins og fjársjóðskort. Ef að þú gerir hluti í Biblíunni, þá finnur þú fjársjóði. Þeir verða hluti af lífið þínu. Og við erum að tala þá verður þetta ekki eins og spennusaga sem þú heyrir, heldur hluti af lífið þínu. Og vinir, það gerist aðeins ef við gerum vilja Guðs. Ef við erum ekki bara heyrendur, heldur gjörendur viljans. Og það skiptir svo miklu máli að við séum ekki þau sömu og við vorum í gær. Vinir, þessi fjársjóð sem að Guð vill gefa okkur, það ekkert möl og ekkert ryð sem eyðir þeim. Hann vill nefnilega byggja hús okkar á bjargi en ekki í sandi. Og vinir, þegar við gerum óskir okkar kunnar Guði og við veljum hann á hverjum einasta degi, þurfum að byggja húsið okkar á bjargi. Og vinir, tilfinningur okkar geta verið eitt í dag og annað á morgun. Ekki byggja líf þitt á tilfinningu. Tilfinninga þínar mun hreinlega svíkja þig á köflum. Við byggjum líf okkar á eilífum sannleika sem aldrei bifast. Og sannleikurinn heitir Jesús.
Og hann elskar þig. Hann með þér í liði. Hann vill lyfta þér upp og hann vill gefa þér kraft til að ganga enn einn daginn. Sigrandi lífi. Halleluja. Vinni, það ekkert réttlæti öðruvísi en með sannleika. Réttlæti og sannleikur ganga hönd í hönd. Og vinir, þegar við göngum með drottni þá horfum upp en ekki niður. Og hjálpum, byggjum heilan andum að hjálpa okkur að rata beina brautir. Byggjum hann á morgun og segjum, drottinn, hvað vilt að ég gera í dag? Hvernig vilt að ég hagi mér í dag varðandi þennan og þennan? Hvað vilt að ég segi? Hvað gerði Jesú? Hann bað föður sinn á himnum og hann gerði ekkert nema heyra vilja föður síns. Og nákvæmlega, með nákvæmlega sama hætti vill hann að við lifum í þessu samfélagi við hann. Halleluja, halleluja. Og vinir, þegar það kemur steypiregn og það mun koma steypiregn, þá ég með mitt hús á bjargi. Og mér alveg sama þótt að komi bullandi steypiregn, það mun standa. Því ég kýs að byggja hús mitt á drottni Jesú Kristi. Ekki á minni tilfinningu í dag eða Jóhanni tilfinningu á morgun. Það ekkert hægt að byggja Jóhanni tilfinningum. Ég bara segja ykkur það. Þetta var kannski bara svona orð frá Guði. Nei, tjók. Halleluja. Það sem ég að segja að mína tilfinningar, minn sannleikur, þinn sannleikur, skiptir engu máli í stóra samhenginu. Það sannleikur hans. Og vinir, það sem ég búin að taka ákvörðun ef að Guð segir eitthvað í orði sínu og ég segi eitthvað annað, þá ég röng. Og mér alveg sama hvað það ég ætla að beygja mig fyrir því. Ég ætla bara að hlýða drottni alveg sama hvað. Halleluja. Og mér langar að benda ykkur hérna á eitt í viðbót hérna. Mér langar að fara í Jósúa bók í svona rétt örlítið. Jósúa bók 1. kafla, við þekkjum þetta þegar þeir voru að fara inn í landið helga og ástæðan fyrir því að ég vitna svo mikið í þessa för Ísraelsmanna einfaldlega út af því að það vísað í það í Nýja testamentunum að þessi för skipti máli fyrir þá sem að endir tíman komin yfir. Það mjög mikið sem við lærum á þessari ferð Ísraelsmanna inn í Kanasland. Og þarna Jósef. Nei, þarna ekki Jósef. Þarna Jósúa. Móses nýdáinn og þið getur ímyndað ykkur að fara í þessi risaspor, að fara í spor Móses sem allir dáðu og dýrkuðu, allir héldu mikið upp á og nú var Móse farinn. Og vinir, ástæðan fyrir því að Jósúa var valinn og það kemur svo skýrt fram út af því að hann hafði annan anda. Og vinir, við ekki undir sama lögmáli og þau þarna, en drottinn hefur gefið okkur anda sinn, þannig að við eigum að geta verið alltaf í réttum anda. Leifum heilugum anda að leiðbeina okkur og lesum hérna saman. Móse, þjónn minn dáinn. Svo segir hann, lagðu nú af stað yfir Jórdan, þú og allt þetta fólk og inn í landi sem ég gef þeim Ísraelsmönnum. Vers 3. Ég gef ykkur hér með hvern þann blett sem þið stígi fæti á eins og ég hét Móse. Förum núna í vers númer 5. Engin mun geta veitt þér viðnám svo lengi sem þú lifir. Svo kemur hérna og ég ætla að undirstrika þetta. Ég mun vera með þér eins og ég var með Móse. Það sem að Jesús segir við okkur, alveg sama hvað gerist á morgun, ég með þér. Ég með þér allt til endimarka, ég bara með þér. Alveg þangað til þú ferð heim, ég með þér meira í eilíðinni. Hann hefur gefið okkur styrk og kraft til að takast á við allt sem að heimurinn eða bara áskorunni lífsins, hann hefur gefið okkur allt sem til þarf. Ég mun vera með þér eins og ég var með Móse. Ég mun hvorki bregðast þér né yfirgefa þig. Svo kemur hérna í versi númer 7. Vertu djarfur og hughraustur. Gættu þess að framfylgja nákvæmlega lögunum sem ég setti Móse, þjón minn.
setti ykkur, ég ætla að lesa aftur, gættu þess að framfylgja nákvæmlega lögunum sem Móse þjónn minn setti ykkur. Víktu hvorki til hægri né vinstri frá þeim, svo þér vegni vel hvers sem þú ferð. Og mér langar að segja ykkur, Jósef fekk nákvæmlega sama boð og Móse. Jósef fekk nákvæmlega sama boð og Móse. Móse fekk boðið að hann ætti að fara með þjóðina úr Egyptalandi inn í Kanaansland. En út af því hann fór ekki gætilega eftir öllu því sem að Guð hafi sagt, þá fekk hann aldrei inn að ganga. Hann fekk aldrei að fara þangað sem að Guð hafi kallað hann til. Það sem ég vil segja með þessu að Guð vinnur sigurinn. Guð hefur ákveðin sigur fyrir þig. Það sem að vill af okkar hálfu að við fylgjum nákvæmlega boðum hans hverja stund fyrir sig. Og vinir, þegar Guð að leggja á hjart okkar að þrengja okkur nær honum, þrengjum okkur nær honum. Þegar Guð að segja okkur að stíga út og fara að tala við fólk, vitna fyrir fólki, hlýðum honum. Þegar Guð að biðja okkur að gera alls konar hluti, hlýðum honum. Hlýðni miklu, miklu betri heldur en fórn. Hann vill hlýðni frá okkur. Hann þráir að gefa okkur landið en hann vill hlýðni. Hann nákvæmur Guð. Og hann þráir að vinna verkið. Við þurfum ekki að gera í rauninni neitt nema að vera trúföst í því sem hann leggur okkur til. Hann vinnur verkið. Og vinir, það frábært til þess að vita að hann vinnur verkið. Halleluja. Þannig við förum eftir fyrirmælunum. Og lykilatriði hér að vera djarfur og hughröstur. Og mér langar bara að benda ykkur á eitt. Þegar Guð segir í orði sínu við okkur að vera djörf og hughröst, þá þetta ekki tillaga. Þetta ekki bara svona hugmynd. Þú átt að vera djarfur eða hughröstur. Vitið þið hvað þetta er? Þetta spádómur yfir líf okkar. Ég hef oft hugsað, vill Guð að ég bara hveti sjálfa mig, auðvitað og ég geta hvatt sjálfa mig til þess að gera hluti og svo framvegis. En orð Guðs spámannlegt orð. Þegar við lesum svona ritningu eins og ég var að lesa í dag, þá hreinlega gefur Guð mér hugrekki og dirfsku. Og vinni, þegar við förum að beita orðinu eins og við eigum að beita því, þá verður það sverð. Hvað gerist með sverðið? Það býr til leið í gegnum óvinarins þvöguna. Og vinni, þegar við lesum orðið, hugsum þetta þannig, hann að gefa okkur, hann hreinlega spá yfir líf okkar. Og ég hef svo oft upplifað mig smáa. En þegar ég hef tekið orð Guðs í hönd og þegar ég fer að tala orð Guðs yfir lífi mínu, þá finn ég hvernig mér vex á smegin. Og allt í einu eins og ég geti gert alls konar hlutir sem ég taldi mig ekki einu sinni geta gert. Þetta orð Drottins. Þetta sverð andans sem tilbúið að brjóta leiðina fyrir mig í gegn. Það eina sem ég þarf að gera að vera trúföst og standa í orði Guðs. Og vinni, hér fólk inni sem að þarf að fara að beita orðinu með miklu skarpari hætti. Vinni, við erum nefnilega öll að díla við óvinn sem að þráir að móla okkur niður, og það sem hann reynir að gera að hafa áhrif á hug okkar. Hann vill að þér vegni illa. Hann vill að þú sér þunglindur, kvíðinn, hræddur. En vinir, kærleikur Drottins, fullkomin elska, hún útrekur óttann. Og þegar við lesum orð Guðs, þá höfum við meira af þessum kærleika, þannig að óttinn í okkar lífi hann fer. Og það sem hefur komið mér á óvart að Íslendingar eru fullir af ótta. Hér hefur óvinninu fengið að valsa hér en óttinn á ekki að finnast í okkur sem kristnu fólki. Því hann útrekur óttann. Og hann vinnur sigurinn. Halleluja. Hann vinnur sigurinn, má ég heyra amen. Þannig í dag að það eina sem ég geri það sem orðið býður mér.
Og þá upplifi ég ávexti af því. Ég talaði arfleiðina sem að fylgir því að vera í húsi Guðs, að vera trúfastur í húsi Guðs. Þú getur lesið þetta all you want, en ef þú ert ekki trúfastur í húsi Guðs, þá myndi ekki upplifa þessa arfleið. Við þurfum að vera heyrendur og gerendur. Þannig við svíkjum ekki sjálf okkur. Halleluja. Og lykilatriði hér, vinir, og ég vil tala það yfir líf okkar í spámanlegu guðamóð. Vertu djarfur og hughröstur. Ekki láta þennan heim hafa áhrif á hugsun þína. Ekki láta þennan heim eða kringumstæður sem að þú ert búin að fara í gegnum hafa áhrif á hvernig þú gengur þetta líf. Því að Guð hefur gefið sigur yfir öllu óvinarins veldi. Og vinur, hann býr innra með þér. Og hann vinnur sigurinn. Halleluja. Takk, Jesús. Þannig að við ætlum að taka við því í dag að vera hughröstur. Við ætlum að vera djörf og hughröst. Í Jesú nafni, rísum á fætur.